Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokks segir uppákomu tveggja þingmanna í gærkvöld ekki efla traust almennings á þinginu. Aftur í pólitíkina, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins segir táknræn mótmæli tveggja stjórnarþingmanna á Alþingi í gær freklega móðgun. Gjörningurinn sé einstakur og ekki til þess fallinn að styrkja traust Íslendinga til þingsins. Hugrún Halldórsdóttir. Björn Valur Gíslason, þingmaður Vinstri grænna og Lúðvík Geirsson, þingmaður Samfylkingarinnar, gengu fram hjá ræðustól Alþingis með spjald á lofti sem ástóð málþóf. Þegar Illugi Gunnarsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, ræddi fjárlög næsta árs 10:30 í gærkvöldi. Lætur forseti þetta óátalið? Forseti ekki alveg með þá hreinu hvað hv. þingmaður á við. Gera þurfti tæplega klukkutíma hlé á þingstörfum á meðan farið var yfir upptökur af gjörningnum. En að því loknu stigu bæði Björn Valur og Lúðvík í ræðustól og báðu Illuga sem tók mótmælunum ekki vel afsökunar. Það væri nú bara hættulegt skapleysi ef að menn yrði ekki reiði við annaðins. Mér fannst þetta freklega móðgun. Illugi segist taka afsökunarbeiðni þingmannanna gilda en að mótmælin hafi skaðað þingið. Við erum að ræða fjárlög. Þetta er gríðarlega mikilvæg fjárlög, stórt og mikið mál. Forseti Alþýðusambandsins hefur sagt að þarna sé á ferðinni fjárlög sem að muni auka á verðbólgu og gera kjarasamninga erfiðari og þá er alveg eðlilegt að við ræðum þessi fjárlög og við ræðum þau ítarlega og mér var auðvitað freklega misboðið með þessari framkomu, auðvitað var mér það. Það er umræðum það að þingið njóti ekki nægilegs trausts og þetta var ekki til þess fallið að auka á traust fólksins í landinu á Alþingi. En hefur eitthvað svona gerst áður á þinginu? Nei, það held ég ekki. Ég held að í þingsögunni hafi ekki svona atburð á sér stað áður og ég vona það að við sjáum ekki aftur annað eins og þvíumlíkt. Tveir stjórnarþingmenn gengum þingsal með spjöld sem ástóð málþóf þegar Illugi Gunnarsson þingmaður flutti mál sitt í gærkvöldi. Illugi segir uppákomuna vonda. Réttar að vera að hamast í þeim sem ekki taka þátt í umræðu fjárlög en þeim sem það gera, segir Illugi Gunnarsson þingmaður Sjálfstæðisflokks. Uppákoma á Alþingi í gær sé til þess fallin að grafa undan virðingu þingsins. Þá gengu tveir stjórnarþingmenn fyrir ræðustól með spjöld sem ástóð málþóf. Annarri umræðu fjárlagafrumvarpið var framhaldið í gær. Umræður stóðu fram á kvöld en upp úr 10 steig Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í ræðustól. Sumir stjórnarþingmanna voru þá heldur farnir að ókyrrast og sökuðu þingmenn stjórnarandstöðu málþóf. Virðulegi forseti. Lætur forseti þetta óátalið? Þessa framkomu og hegðan tíma? Forseti ekki alveg með þá hreinu hvað hv. þingmaður á við. Aðrir þingmenn lýstu yfir undrun á uppákomunni en Björn Valur og Lúðvík gáfu þær skýringar að þeir hefðu gripið til þessa ráðs þar sem stjórnarandstaðan hafi ekki ætlað að virða samkomulag sem var gert í fjárlaganefnd að ljúka annarri umræðu hádegið. Í kvöldfréttum útvarps sagði Illugi að þessi uppákoma hefði verið vond og til þess fallin að grafa undan trausti almennings á þinginu. Full ástæða sé til að ræða jafn stórt mál og fjárlög í þinginu, en þetta var á öðrum degi umræðunar. Réttara sé að atast í þeim sem ekki taki þátt í umræðinni en þeim sem það geri. Björn Valur og Lúðvík stigu í ræðustól rétt eftir miðnætti og báðust afsökunar á uppákomunni sem hefði ekki átt að beinast að Illuga persónulega.